sem gætir mig. Jesús minn lofsöng með þökk vil færa þig. Amen, gaman að sjá ykkur hér í dag. Við ætlum að lofa okkur í dag, má ég heyra amen. Það er sunnudagur til sælu, það er lofgjörðardagur, það er það sem við lyftum upp nafni Guðs, við gefum Guði daginn, halleluja. Auðmýkir ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Þetta er svo magnað, ef við tökum okkur sjálf og beygjum okkur, þá mun hann reisa okkur við. Hann mun gera það sem hann vill fyrir líf okkar, sem er svo magnað. En við erum komin hér í dag og við ætlum að lofa Guð. Eru allir hérna komin til að lofa Guð? Þá eru á réttu stað. En við ætlum að syngja saman og við ætlum að gefa Guði dýrðina. Halleluja. Skín eins og sólin, syndrandi ljómar, konungur dýrar, konungur konungar. Þetta er undranna, þetta er hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var okkar syndaflóð. Þú gafst lífið þitt, að frelsa gætir mig. Jesús minn lofsöng með þökk vil færa þig. Takk Jesús. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungur verður, þetta er undranna, þetta er hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var okkar syndaflóð. Þú gafst lífið þitt, að frelsa gætir mig. Jesús minn lofsöng með þökk vil færa þig. Jesús, fyrir náð þín og miskunn að við fáum að vera hér í dag til þess að lyfta þér upp, drottinn Jesús. Trust in your name, Jesus, able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus, blessing and honor.
blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns.
dýrðan drottinn Jesús. Við treystum á þig, drottinn Jesús. Við lofum þig. Helgist þitt nafn, Jesús. Heilagur ertu, Jesús. Þú ert heilagur, drottinn Jesús. Þú ert hornsteinninn í lífi
Jesús, ég lofa þig. Ég bið að snerta við okkur hér í dag, Drottinn. Ég bið að snerta við hjörtum fólks hér í dag. Ég bið þig, Drottinn, starfa þú á meðal okkar í dag. Takk, Jesús. Ég lofa þig, Drottinn. Þú ert heilagur. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and Syngju saman. You worthy of it all. Má ég heyra ykkur syngja, lofum hann í dag. You worthy of it all. Takk, Jesús. For from you and till you deserve the glory. Takk, Jesús. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Ég vex saman þig, heilagi Guð. Ég heiðra þig, Drottinn Jesús. Ég lofa þig allan daginn, Drottinn, dag og nótt. Takk, Jesús, heilagur Jesús. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and
Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Amen. My husband is not here. So, he is sick. So, praise God. I want to share this quickly. I want to read Matthew chapter 28, verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven, on earth, and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So this passage, this word, Jesus shared this after he was risen. And he gathered his disciples and gave the Great Commission. So the disciples, the believers, the followers, the learners. Who are the learners here? Who are the believers? Who are the followers? So that means this word, not only for the 12, this word, this Great Commission is for you and me and for all of us. Those who believe, those who follow Jesus, those who are learners of Jesus. Amen. Amen. And I want to speak quick because I have only short time. so we can participate the Great Commission in 6 categories. One is preaching, teaching, preaching or teaching. 2 is sending. Sbarakirga is sending, you know. 3 is praying. 4 is going. 5 is giving. 6 is welcoming. So I believe this 6 category Smara Kerga is operating. Amen. Remember last February when I went to Philippines to visit my family, you prayed for me here in front. And I go there. I went there not just to visit my family. I know God has an assignment for me going there, back to our country. And I preached 3 churches. I preach, one is the First Church, the Master's Touch, who are connected also because we give support that time. And it's an evangelistic event for the children, and there was 200 children. 200 children, so now they are growing. And then the other church, Emmanuel Church, I preached also, that was an evangelistic event also. So we have almost 200. Almost 200. And this new church, only 5 years old, I went there also. It's my first time there in the church, and I preach also evangelistic in that time. But Sunday, but evangelistic, because they gather the unbelievers. And now they are growing, and they are now our daughter church. We are now in first year anniversary. Last Sunday, we have first year anniversary. Can we give clap offering to the Lord? And that event, that anniversary, because I'm here, we are far here, but we are near. Through our giving, through our prayer, but through the video call meeting and planning, strategizing how to win souls, and that in the video call. And they are the one executing what we are talking. So praise God, we plan that this first anniversary will be a strategy to win people to Christ. And our budget is only for 150 people. You know what? People showed up 300. And the
that venue, that church is closed for how many years? It's closed. And we asked that venue, let's have that venue for our anniversary. And it was full. That venue, that church is capacity 300. But it's not functioning anymore, the church building. And many people came to Christ. And Pastor Regina, our friend, the one preaching that we invited here to preach, and praise God, many received the Lord Jesus. And the good news is that church that was closed, we opened up, we used that church building, we use it this Sunday. And we have first meeting, the Sunday service, today, 5 o'clock. And you know what? The good news is, we are only for our first anniversary, we are already 4 places, Sunday service, 4 places. Praise God. And one strategy we use is, we rent one place, Monday to Saturday, we use it like we are selling food store, like a store, selling food. So, and then in that area, they have this street evangelism. People coming out, they have this, we bought the microphone and they're preaching the gospel. And if Sunday, that place, we are renting that place, we have a Sunday service in that place. Our pastor, we have 4 services now. 7 o'clock in the morning, 9 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock. Amen. Praise the Lord. Can we? It's 1 year. Praise God. Praise God. It's amazing. I'm so amazed. What is our strategy? Yes. Every day, Monday to Friday, dawn watch, prayer, 6 o'clock. The 3 churches praying simultaneously, 6 o'clock, 5 to 6 o'clock. They are praying every day, and they are praying for us. Yes. They are praying for Smara Kirkia also. And you know what? And the strategy is house-to-house evangelism and street evangelism. We are emphasizing them, the word, the prayer, the worship, and evangelize. And we have their cell group. Our cell group is our home group here. There is cell group. And every Sunday they don't prepare food to eat. They give 1 kilo of rice so that their family also can eat. Yes. Because, the people there is different, the living there, the lifestyle is different. We don't have much. So we can bless them, even their family. Yes. And then we can win also their family. Amen. Can we give a clap? So, church giving. Yes. Do you love the Lord? Yes. We love the Lord. Yes. We serve God. Church, I challenge you. Yes. Let our money also serve God as well. Amen. Can I have that video, Pastor? Yeah, because we just so you said the video. So that's the anniversary. Yes. I have many more to show, but we don't have time. But can we pray? Yes. Hallelujah. Yes. Oh, Lord, thank you so much, Father God. We are rejoicing what you have done. Lord, thank you so much, God. Thank you so much for the church, Smara Kirkia, for expanding, Lord, our church, Lord God, for expanding this church to Asia, Father. Lord, we declare, Lord, we are targeting also Spain, Lord God. You open doors for Spain, Lord, in Jesus' name. As we plant seeds, Lord, as we plant seeds of money, Lord, you will multiply this, and Lord, we will see, Lord, reap the harvest, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God. Lord, we pray, Lord God, these people, Lord God, will continue to grow deeper, Lord God. And the church here, Lord, in Smara Kirkia will grow. We will expand, Lord God. We will expand, Lord. We will, Lord, follow you, Lord Jesus. We will be a part of the Great Commission. Father, I
declare, Lord, in the name of Jesus, that, Lord, you will prosper our brethren, Lord God. Lord, as they sow seeds for you, Lord God, for your ministry, Lord, you will expand, Lord God, in the name of Jesus. Lord, we pray, Lord, your favor, Lord. We pray for your favor, Lord. Bless their finances. Those who have no jobs, give them jobs, Lord God. Those who are struggling, Lord, in finances, there to be breakthrough. And even their health, let there be healing. Father, thank you so much as we continue to worship you, Father. Lord, be glorified, be honored, Lord. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name, amen. Við erum að halda áfram að lofa Guð. Rísum á fætur og getum gefið og við getum lofa Guð. Halleluja. You were the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ the King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tack Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, we love you. You are holy. Oh, Jesus, Jesus, we love you. You Lord God Almighty. Death could not hold you. They'll talk before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is.
halleluja. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Heilagur Jesús. Við lofa þig, drottinn. Við gefum þér rým í dag, halleluja. Helgist þitt nafn. Við lofum þig. Við heiðrum nafn þitt. Heilagur drottinn. Takk, Jesús.
Má ég heyra amen? Halleluja, Guð góður, má ég heyra amen? Dýrsi Guði, hann betri en þetta, skal ég segja ykkur. Guð góður. Halleluja, þetta var ekki ennþá samfærandi, en allt í góðu. Halleluja, það kraftur í húsinu. I just want to, if you're English speaking, and I believe you are, we have translation in the ear. So if you have it, you can get it, I think, in the... Siggi, ef við getur útveða þeim eitthvað til þess að túlka þannig að þau heyri hvað málið snýst. Halleluja, ná í túlkuna búin að þrjá í viðbót. Halleluja. Mér langar til þess að fá Gunnar til þess að segja, I'm going to ask my son to come up here and say a few words. Amen. Halleluja. Amen. I'm going to try to be here and translate while she goes in there. Yes, I'm translating, you guys. Hvað ég að byrja það? Ég hef allan tíman í heiminum, sko. Bara áður en Jesú kemur. Before Jesus comes, he says. Get on with it before Jesus comes. Halleluja. Já, ég að byrja núna. Sko, ég hef aðeins að vera að hugsa, sko, upp á síkastið. Sko, það oft í trúagöngunni okkar með Guði að við stundum hugsum kærleikann okkar til Guðs. Hvað við elskum Guð mikið. En það kannski, við kannski hugsum ekki mikið út í kannski hvað hann búinn að gera fyrir okkur. En nú ætlum við bara að hoppa í eitt fallegasta vers sem að skrifa hefur verið í Biblíunni. Þetta að sjálfsögðu Rómverjabréfið 5:8. Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Ef þú spáir aðeins í þessu, sko. Guð auðsýndi okkur kærleikann. Það var sem að greip svona augun hjá mér, sko. Guð, sko, hann kemur í heiminn með son sinn og hann deyr fyrir mig þegar ég ennþá í syndunum mínum á bulli. Ef þú hugsa aðeins út í þetta. Þetta kærleikurinn sem að Guð sýndi mér á krossinum. Og þetta kærleikur sem að hann sýndi mér, ekki að ég hefði verðskuldað neitt að þessu, hann eingöngu elskaði mig. Og hann lét son sinn ganga í gegnum alla þrengingarnar til þess að ég geti augnast lífið, sko, í honum. Og líka ef þið hugsa aðeins út í þetta, í Gamla testamentinu, að þá fengu þeir náttúrulega lögmálið sem við kallum lögmál Móse. Og æðsta boð lögmálsins var að þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta og allir sálu og öllu mætti. Og ef þú veltir aðeins fyrir þér, þá náum við ekki að halda þið. Ef þú bara hugsar út í það, við náum ekki að halda það. Við föllum oft. Ég í fötum sem gerðum meira en einu efni, ég syndari. Og Jesú þurfti að deyja fyrir þessar syndir. Ef þú bara svona veltið fyrir því, við náum ekki að halda þetta boðar eins, sko. Enda þurfti Guð að koma og sýna kærleika sinn til okkar. Og Jóhannes, Guðspjallamaður, hann tekur þetta ennþá skrifinu lengra í 1. Jóhannesbréfi 4:10. Það segir hann, þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Hér bara Jóhannes að taka skrifinu lengra og sýna það sama og Páll var að segja í Rómverjabréfinu. Og hann kom til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þegar hann fer á krossinn, þá tekur hann væntanlega syndir okkar og hann gerir frið við okkur á krossinum. Efesus 2, hann fór á krossinn til þess að gera frið fyrir okkur. Þetta kærleikurinn. Og við getum tekið þetta ennþá lengra. Rómverjabréfið 8:37, það ekkert í þessum heimi sem getur gert okkur við kærleika Krists. Hvorki hæð, né dýpt, né allt annað í þessum heimi getur gert, ekki þessu getur gert okkur viðskila við kærleika Krist. Ef þú bara veltir þessu fyrir þér, þetta svo mikill kærleikur. Spáði í þessu.
Halleluja. Takk Jesus fyrir náð þín og miskunn. Takk Jesus að þú komst í hennan heimi til þess að deyja fyrir syndir okkar og þú gafst okkur lífið Jesus. Takk að við erum hólpin á náð en ekki að verkum. Við getum aldrei endurgoldið fyrir það sem þú gerðir á krossinum en það væri þetta ekki lengur náðaboðskapur. Ég þakka þér Jesus að þú gafst okkur þetta líf sem við getum með fögni Jesus tekið á móti þessu lífi. Og ég bið fyrir hverjum og einum hérna inni, gef okkur opinn huga og opið hjarta fyrir því sem þú hefur upp á að bjóða, Jesus. Ég bið Drottinn minn að það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesus. Og ég bara bið Drottinn minn að þegar mamma talar orð þitt á eftir, smurðu varirnar og tungu Drottinn minn og við megum bara biðja fyrir því, Jesus, að þetta orð megi komin í hjarta okkur að bera 30-faldan, 60-faldan, 100-faldan ávöxt, Jesus. Og allir okkar göngu að minnast hvað þú gerðir á krossinum. Þetta miðpunktur trúarinnar okkar, Jesus. Að við mögum aldrei gleyma því sem þú gerðir á krossinum, Jesus. Og ég bið Drottinn minn að við gefum þér alla dýrðina í Jesú nafni. Amen. Hallelujah. He is lovely. Amen. Hallelujah. Thank you, Callum. Yes, he is. They both are. Hallelujah. Mér langar að tala til ykkur í dag hluti sem allir gangi í gegnum. Og það eru stormar. Do you have translation? Amen. Já. Þannig ég ætla í dag að tala stormar lífsins og hvernig við göngum í gegnum stormar lífsins á þess að láta stormar lífsins yfirtaka okkur. Og eins og við vitum, bara þeir sem hafa verið á lífi, bara í nokkur ár jafnvel, þá vitum við það að lífið alls konar. Ég búin að ganga með Guði í mörg ár. Ég afar blessuð kona. Ég á frábæra mann, við erum með þessa yndislegu kirkju, ég á yndisleg börn. Ég rík að öllu leyti, fyrst og síðast á ég Jesú. Og það þýðir, vinir, að ég get farið í gegnum allar kringumstæður og komið út sem sigurvegari. Við getum þess að farið í gegnum allar kringumstæður og komið út sem sigurvegari. Má ég heyra amen? Og mér langar til þess aðeins að fara með okkur í svona nokkur ritningavers, þar sem við getum séð svona svart og hvítu, hvernig það að jafnvel þegar við erum í fullkomnum vilja Guðs, þá getum við ratað í erfiðleika. Erfiðleikar hafa ekkert með það að gera hvort að þú sért í vilja Guðs eða ekki. Við getum öll ratað í einhvers konar erfiðleika. En málið það að þegar við sem kristi fólk förum í gegnum erfiðleika, þá erum við ekki ein. Meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Og mér langar til að byrja að lesa hérna nokkur vers í Markusi. Markusa Guðspjall. Það kafli 4 og í vers 33. Vers 33. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo sem þeir gátu numið. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisinu sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Og vinir, Jesús þannig, því nær sem að þú gengur Drottni, því meira útskýrir hann orðið fyrir þér. Þess vegna komum við á samkomu. Það svo mikilvægt, vinir, að vanrækja ekki safna samkomur. Út að við fáum innblásið orð Guðs predika til okkar og það svo mikilvægt að sjá aðra hlið. Það svo mikilvægt að fá annað sjónamið en vinir, orð Guðs lifandi og kröftugt. Má ég heyra amen? Það beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Og vinir, orðið það klippir af okkur en það líka græðir okkur. Það gefur líf, það gefur sigur, það gefur blessun. Höldum áfram. Það stendur hér í versi númer 35. Að kvöldi sama dag sagði Jesús við þá: förum yfir vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem að Jesú var og sigldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir og í versi 37 þá brast á storm hrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti.
Og við erum búin að vera að tala það að bera ávöxt. Reyndar rétt áður en þessi ritning átti sér stað, þá var Jesú einmitt búin að vera að kenna að bera ávöxt. Og við þurfum að læra að vera heyrendur orðsins og líka gjörundur. Ef við erum bara heyrendur orðsins og ekki gjörundur, þá svíkjum við sjálf okkur. Og Guð setur okkur stundum í kringumstæðu til þess að sjá hvort að þú eigir orðið sem hann hefur talað. Stundum setur hann okkur í kringumstæðu til þess að koma í ljós gullið sem hann búin að setja í líf þitt. Stundum setur hann okkur í kringumstæðu til þess að sjá, ertu raunverulega að hlusta? Er orðið hluta lífið þínu? Hvar er orðið? Og þá er svo mikilvægt að velja Jesú. Í öllum kringumstæðum þá getum við valið Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þarna var hann að kenna þeim. Hann var nýbúinn að kenna þeim. Hann var að tala hvað það er mikilvægt að sáðkorni deyi. Það þarf að fara ofan í jarðveginn og það þarf að deyja. Þess vegna segir orðið við að deyja sjálfum okkur og við að lifa Kristi. Og hann búinn að vera að útskýra orðið fyrir þeim. Og hann meiri sér búinn að taka lærisveina sína afsíðis og útskýra enn betur hvað orðið hefur að segja. Og þarna skulum við bara athuga það að þeir voru í fullkomnum vilja Guðs. Þeir voru að ganga með Jesú. Þeir voru að ganga með honum, hann var að útskýra orðið og það var eining á meðal lærisveinanna við Jesú. Og þeir skildu alltaf meir og meir og meir. En svo koma þeir í bátinn og drottinn segir við þá við skulum fara yfir Og allt í einu þegar þau koma í bátinn þá gerist mikið stormviðri. Og ég veit ekki hversu oft ég hef upplifað í mínu lífi algjört stormviðri. Stundum hefur bara vindar blásið. Stundum hafa komið upp aðstæður þar sem ég bara ekki skilið upp niður í hvað er í gangi. En þegar ég leita ekki, þið veitir, mín eigin hyggindi, heldur leita til drottins, þá er hann tilbúinn og hann er trúfastur að gefa okkur sigur inn í aðstæðurnar. Og þess vegna skiptir máli þegar þú ert í stormi lífsins. Hvað gerur í storminum? Hvernig bregstu við storminum? Og við gleymum stundum að Jesús er í bátinum. Og við gleymum líka stundum að það rignir yfir réttláta og rangláta. Það rignir yfir alla. En spurningin er hvernig bregðust við aðstæðunum. Má ég heyra amen? Og það skiptir svo miklu máli, vinir. Þegar Guð leiðir okkur í kringumstæður, þá er hann ekki að sleppa af okkur hendin og hann er ekki búinn að yfirgefa okkur. Hann þráir okkur að gefa okkur nýjan vöxt í sér. Og vinir, Biblían kennir okkur að hann á að vaxa. Ég á að minnka. Og vinir, þegar ég minnka þá getur það stundum verið bara sársaukafullt. Það þýðir að mín plön ná ekki fram að ganga. En vinir, þegar ég auðmýki mig undir hans voldugu hönd, þá er ég að segja drottinn verði þinn vilji, en ekki minn. Og vinir, það er það sem að Guð er að kenna okkur í stormum lífsins. Við lærum að þekkja hann með öðrum hætti. Og við þurfum að treysta honum þegar stormurinn kemur á. Og við þurfum að spyrja hann, drottinn, hvað er það sem þú vilt kenna mér? Má ég heyra amen? Halleluja. Þegar við skoðum þetta orð stormur, það kemur stormviðri, þá er þetta gríska orðið lilac. Og þetta voru ekki bara einhverja vindhviður. Lilac var nánast eins og fellibylur. Í kringum Galileuvatn þá voru svona hæðir. Og í ákveðni átt, þegar vindar blésu úr ákveðni átt, þá kom svona eins og bara, þið vitið, bara stormviðri. Það bara gerðist eitthvað og það gerist þarna í þessum kringumstæðum. Og við stundum spyrjum Guð í svona kringumstæðum, býtu, af hverju ég? Ég veit ekki hversu oft ég verið á göngunum með Guð og ég hef reynt að fremsta megni að fylgja drottni í öllu. En það rignir yfir réttlátt og ranglátt. Munurinn á mér og þeim sem eigi Krist er að Jesús er með mér í bátinum.
Ég aldrei ein. Halleluja. Og vinir, það sem að Drottinn vill sýna mér að hann er stór þegar ég smá. Hann liljan ljúf í dalnum. Hann liljan ljúf í dalnum. Þegar við förum í gegnum dauðastimmadal, þá þurfum við ekki að óttast því hann með okkur. Sproti hans og stafur huggar okkur. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. En Lílak ekki bara pínulítill, eitthvað erfitt veður. Það var brjála veður. Og við stundum eins og það komi brjála veður í kringum okkur og við skiljum ekki upp niður hvað máli snýst. Við höfum orðið fyrir kannski missi með einhverjum hætti. Einhverju tekin úr líf okkar, einhvern veginn gangi ekki plönin okkar upp. En ég hef góðar fréttir, Guð hefur betra plan. Hans áætlun mögnuð. Hann ekki búinn að missa stjórn á aðstæðunum. Og ég hveti í dag, ef þú í erfiðum kringumstæðum, treystu Drottni og farðu að lyfta upp nafni Jesú. Farðu að lofa hann í kringumstæðunum. Gerðu eins og Páll og Sílas gerðu forðum daga. Þeir voru búið að handtaka þá og henda þeim í fangelsi á miðnættustund. Þá fóru þeir að lyfta upp nafni Jesú. Vinir, þegar við förum á miðnættustund að lyfta upp nafni Jesú, þá gerast hlutirnir. Þá gerast hlutirnir, vinir. Þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú, þegar okkur finnst það ekki að þurfa, eða við megum vera kvartandi og kveinandi. Þegar við sleppum því og við förum að lyfta upp nafni Jesú, þá getur Guð komið með sigur og blessun. Muniði hvað gerðist þegar þau fóru að lyfta upp nafni Drottins. Það var jarðskjálfti. Og það sem var búið að festa það í hendur og fætur, það datt af þeim. Og vitið, böndin detta af okkur þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú í storminum. Halleluja. Amen. Láta óma í andanum. Halleluja. Og vinir, þetta vatn var ekki stórt. Það voru cirka 10 kílómetra á milli strandana sem þau voru að fara. Þetta var ekki stórt og yfirgripsmikið vatn. En vinir, stundum það þannig, jafnvel þótt að við getum séð á áningarstaðinn, þá eitthvað sem hindrar okkur. Og vinir, stundum notar óvinurinn svona aðstæðu til að hvísla að okkur. Alls konar vitleysu. Og við fyrir stundum að trúa lyginni. En ég vil segja í dag að hann lygari. Það Drottinn sem hefur sigurinn. Halleluja. Og hann mun koma þér heil á höldnu. Má ég heyra amen. Halleluja. Aftur. Takk Jesus. Þeir voru með Jesú. Þeir hlusta á Jesú. Þeir fóru á eftir Jesú. En samt kom stormur. Í vilja Guðs getum við fengið storm. Og stundum það þannig að okkur líður eins og segir jafnvel að við séum bara hreinlega að farast. En ég vil segja hér í dag, þú munt ekki farast. Guð með þér. Jesús í bátinum og það verður allt í lagi. Má ég heyra amen. Og vinir, stormur í sjálfu sér segir ekkert til það hvort þú sért í vilja Guðs. Það sem að stormurinn hins vegar gerir að hann opinberar mjög hratt hvaða orð þú átt. Ég ætla að segja þetta aftur. Can I hear an amen? It's the truth. Halleluja. Ég ætla að segja þetta aftur. Stormurinn í sjálfu sér segir ekkert til það hvort að þú ert í vilja Guðs eða ei. Það sem að stormurinn hins vegar gerir, hann opinberar hratt hvort þú eigir orðið sem þér var gefið. Stormurinn hafði
mátt í sér til þess að drekja bátnum, alveg augljóslega. Báturinn fylltist af vatni. Og vinir, það er ofboðslega merkileg myndlíking sem að fæst í þessum orðum. Og mér langar til þess að útskýra, krísan þeirra var nefnilega þreföld. Það var utanaðkomandi ógn. Það var hræðilegt veður. Þeir gátu ekkert gert til þess að koma böndum yfir krísuna. Og ekki krísur einmitt þannig. Við getum ekkert gert, við erum hjálparvana. Krísan ætla bara gjörsamlega að valta yfir okkur. Það var númer 1. Númer 2, vatnið var komið inn í bátinn. Sem að þýðir það fyrir mig þegar ég horfa á þetta, við stundum látum við vatnið sem er hér fyrir utan hafa áhrif á tilfinningalífið okkar. Vatnið sem á að vera hérna fyrir utan er allt í einu farið að sósast í öllu tilfinningalífinu okkar og það er farið að taka stjórnina. Halló? Ég veit ekki hversu oft ég hef staðið fram fyrir einhverju svona kringumstæðum og allt í einu tilfinningalífið mitt komið í einhvers konar hnút. Það er það sem að Lilac getur gert. En númer 3, þeir voru líka komin í guðfræðilega krísu. Því að hvað gerist? Þeir vekja Jesú og þeir spyrja hann, þeir alveg sama að við förumst? Og vinir, það sem að gerist í storminum, það sem að gerist þegar vatnið fyrir að flæða yfir okkur, það kemur svo vel í ljós hvaða orð þú átt. Og vinir, þá þurfum að minna okkur á hvað Jesús hefur sagt. Og vinir, Jesús var búinn að segja að þeir myndi fara yfirum. Myndi fara yfirum. Ég meina það ekki að verða geðveikir eins og þeir áttu að fara yfir. Hann var búinn að segja við þá, komiði með mér, við erum að fara yfir. Hann sagði ekki, komiði með mér og þið munu deyja og ég fer yfir. Hann sagði, við erum allir á leiðinni yfir. Og vinni, það sama hefur Guð sagt við einn og sérhvern hérna inni. Hann hefur sagt við þig að hann ætla með þig yfir. Má ég heyra amen? Alveg eins og hann sagði við Ísraelsmenn forðum daga þegar hann tók það út úr Egyptalandi. Hann ætlaði að fara með þau inn í Kanansland. Og vinir, í staðinn fyrir að trúa orðum Guðs, að þá fóru þau að efast. Þau fara að láta kringumstæðna stjórna því hvernig þeir hugsa eða hvernig þeir bregðast við kringumstæðunum. Og ég segi við ykkur í dag, það er til önnur leið. Það er til önnur leið. Þegar kringumstæðna koma yfir okkur, þá þurfum við að minna okkur á hvað Drottinn er búinn að segja við okkur. Það sem við þurfum að gera þegar kringumstæðna koma, þá þurfum við að minna okkur á það sem orð Guð segir. Hann segir til dæmis það að allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Hann segir líka að hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í mér. Vinir, það þýðir það að ég er aldrei ein þegar ég geng þessa göngu. Hann er alltaf með mér. Hann hefur líka sagt, meir er sá sem í mér er, heldur en sá sem er í heiminum. Þannig að þegar við erum í kringumstæðu lífsins, þá þurfum við að passa að það hafi ekki þessa þrefalda krísu í för með sér. Við þurfum að bregðast við eins og Jesú brást við þegar óvinurinn reyndi að reyna hann í eyðimörkinni. Hvað gerði Jesús þegar óvinurinn reyndi að reyna hann í eyðimörkinni? Hann sagði, rita þér. Og vinir, þegar þú ferð í storm lífsins, þá mátt ekki láta storminn drekja þér. Þú þarft að koma fram fyrir Jesú, þú átt að segja við hann, Drottinn, ég ætla ekki að bera þessa byrði. Ég ætla ekki að labba hérna eins og ég sé bara einn. Ég veit að þú ert með mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig. Og við þurfum að fara að tala við Drottinn í storminum. Og við þurfum að leiðrétta kúrsinn okkar. Því að loforð hans standa. Ég ætla að segja þetta aftur. Loforð hans standa. Þótt að þú sért í hnút, það breytir engu loforð Guðs.
Lofar Guð standa þótt að allt annað virðist vísa í einhverja aðra átt. Lofar Guð standa þegar lælag kemur yfir líf okkar. Lofar Guð standa þegar fólk kemur gegn okkur. Lofar Guð standa þegar fólk særir okkur. Lofar Guð standa þegar fólk yfirgefur okkur. Lofar Guð standa. Má ég heyra amen? Og þegar við lærum að lofar Guð standa, ég ætla ekki að leggja von mína í kringumstæður. Ég ætla ekki að setja von mín á fólk. Von mín tilheyrir Jesú. Jesús von mín. Jesús akkeri sálar minnar. Jesús sá sem heldur öllu uppi. Jesús meira en sigurvegari. Jesús hefur gert mér veg inn í hið allra helgasta. Og hann sagði þú getur gengið með djörfung fram fyrir hástól náðar Guðs. Með djörfung, vinir. Og þegar við áttum okkur á því, vitið þið hvað gerist? Í svona kringumstæði þegar aldinu kviknar á perunni, ég dey og hann lifir. Það sem að gerist það að holdið deyr. Holdið deyr í svona kringumstæðum. Vinni, ég að segja ykkur það, holdið deyr. Og við þurfum að láta það deyja því hann á að lifa. Hann á að lifa. Og vinni, þegar við hættum að bregðast við út frá tilfinningum, þegar við förum að treysta Guði, jafnvel þótt það sé óveður, trúiði mér, þá munið þið sjá Guð fara að verka í líf ykkar eins og enginn morgundagurinn. Má ég heyra amen? Halleluja. Þetta gott orð. Halleluja. Þannig að þessi stormi fór alveg inn á kjarna. Hann hafði áhrif á tilfinningarnar þeirra. Hann hafði áhrif á trú þeirra. Sjáu þetta. Og hversu oft það ekki einmitt þannig að við látum kringumstæðurnar hafa áhrif á sálarlíf okkar og við finnum jafnvel að efast gæsku Guðs, en ég fréttir að færa. Hann alltaf góður. Hann alltaf góður. Og hann hefur stjórn á þessum kringumstæðum líka. Hann ekki búinn að missa neina stjórn. Halleluja. Hann búinn að segja þeim að þeir færu yfirum. Og bara til þess að minna ykkur á, förum í Jóhannes 16:31, 16:33. Þetta við tala til yðar svo þeir eigi frið í mér, kennir Jesú. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughröstir. Ég búinn að sigra heiminn. Vertu hughröstur. Hann búinn að sigra þetta allt saman. Og hann býr í þér. Upprisu kraftur hans býr í þér. Það þýðir að þú getur risið upp frá öllum kringumstæðum og þú getur gengið beina brautir. Það þýðir að þú ert meira en sigurvegari. Það þýðir að hann ekki búinn að sleppa þér hendinni yfirgefa þig. Þetta ekki endir alls þessa kringumstæður. Og hann mun snúa við högum þínum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að vinir, Guð notar kringumstæðnar til þess að deyða okkar hold, til þess að við gerum nýtt val í kringumstæðunum. Að við setjum hann sem höfðingja lífs okkar í öllum aðstæðum. Ekki bara á sunnudögum þegar við falli tónlist og falli lög. Vinir, Biblían segir að ef við erum bara heyrendur orðsins og ekki gjörendur, þá erum við að svíkja sjálf okkur. Og það þýðir, vinir, að orðið sem hann talaði við þá bara nokkrum versum þar á undan, það fór strax í praxis í þessum aðstæðum. Og vinir,
Við þurfum líka að gera sama val. Á morgun þá bara ósköp venjuleg vika sem að býður okkar hérna úti. Ef við erum heppin, nákvæmlega. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Pointið er þetta. Veljum Jesú. Látum ekki bara orðið sem við heyrum í dag vera bara það, eitthvað orð sem við heyrum. Leifum því að vera lifandi í líf okkar og veljum Jesú í öllum kringumstæðum. Lofum hann, tignum hann, vegsum hann og treystum því að hann muni leið okkur þá leið sem er best. Og mér langar til að lesa hérna í lokin restin af ritningastöðunum sem að tengist þessari frásögn. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þarna sjáu þið bara mjög berlega að Drottinn lætur ekki lælag hafa nein áhrif á sig. Brjála veður stormur hafði engin áhrif á Jesú út af því hann var fullkominn. Hann vissi að hann hafði valdi við storminum. Höldum áfram að lesa. Þeir vöktu hann og sögðu, meistari, heyrðu þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Þá lægði vindinn og gerði stillilogn og hann sagði við þá, hví eru þið hræddir? Hafið þér enga trú? Jesús kom sér bara beint á orðan. En þeir eru miklum óttar lostnir og sögðu hver við annan, hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Það er mjög áhugavert að þeir segja fyrir í þessum ritningastöðum að þeir höfðu orðið hræddir þegar þeir sáu brjálaða veðrið, lælag kom yfir. En þegar þau sáu vald þess sem var í bátnum, þá stendur hér, þeir urðu miklum óttarlostnir. Það sem að Guð gerir líka í svona kringumstæðum, hann sýnir þér hver hann er, ef þú treystir á hann. Og vinir, hann var lambi Guðs, við vitum það. Gallalaust lamb Guðs. En í svona kringumstæðum þá kemur ljónseðli Drottins í ljós. Þú kynnist annarri hlið á Drottni í svona kringumstæðum. Halleluja. Við látum þetta verða lokaorðin hér í dag, rísum á fætur. Vinir, hann var ekki bara lítið barn í jötu. Hann er lifandi frelsari. Hann er frelsari sem að vill hafa áhrif á allt þitt líf. Allar þínar ákvarðanir. Allt það sem að